Ég heiti Guðrún og er lektor í safnafræði og ég ætla að segja ykkur svona aðeins frá því af hverju og við fórum út í að breyta öllum okkar grunnnámskeiðum í fjarnám og hvernig reynslan hefur verið af því. Svona til gamans þá vildi ég benda á það að allar myndirnar nema myndin af mér og Sigurjóni eru búnar til í Midjourney sem að er gervigreind og mér fannst svona gaman að sjá hvernig þau svona hugleiða og búa til myndir fyrir þessar hugmyndir um nám og fjarnám og söfn og ýmislegt fleira. Þannig að ekkert af myndunum eru alvöru myndir eða alvöru fólk. Já, og auðvitað, eins og þessar glærir sjáu þið hvar við erum alls staðar og umræðu vettvangur safnafræði er sérstaklega skemmtilegur hópur fyrir þá sem hafa áhuga á menningarstörfum og er mjög líflegar umræðar þar í gangi alltaf. En svona aðeins að segja ykkur frá svona þessari sögu. Fyrst var safnafræðin kennd í þjóðfræði á BS-stigi. Árið 2001-2009 þá var þetta orðin 30 ECTS eininga aukagrein safnafræðin, en svo 2006 var starfshópur skipaður til þess að undirbúa fótsetningu framhaldsnáms í safnafræðum og vinnunni lauk 2008 og þetta kall eiginlega kom frá vettvangi að söfnin voru að kalla eftir því að það væri nám í safnafræðinni sem væri kennd. Þannig að þá var safnafræðin formulega stofnuð sem námsbraut. Sigurjón Baldur Hafsteinsson var ráðinn 2008 og ég kom svo inn 2014 upprunalega sem stundakennari og svo sem aðjúnkt með postdoc og svo loksins sem lektor. Þannig ég hef verið hér allar götur síðan. Við færðum öll okkar kjarnanámskeið í fjarnám árið 2016 en það var ákveðin undirbúningur og undanfari að því og við vorum eiginlega í 2 ár búin að vera að vinna að þessu og ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því á eftir. Svona ykkur til aðeins til glöggvunar, hér er námið. Við höfum útskrifað 62 einstaklinga úr diplómanáminu, 10 voru karlmenn, 52 voru kvenkyn. Þið sjáið að þetta eru mestmegnis konur í þessu námi hjá okkur. Í MA-náminu höfum við útskrifað 63, 6 voru karlmenn, 57 voru konur. Við höfum útskrifað 3 með doktorspróf, Arndís Bergsdóttir, Alma Dís Kristinsdóttir og Ólöf Gerður Sigfúsdóttir. Myndin sem þið sjáið hérna hægra megin er hvernig gervigreindin ímyndar sér Háskóla Íslands og þetta er svona sláandi líkt aðalbyggingunni en samt ekki alveg, svolítið skemmtilegt. Aðeins svona útskýra fyrir ykkur hvert vandamálið var. Svona það helstu ástæðurnar fyrir því af hverju við fórum að hugleiða fjarnámið sem lausn. Ég vann skýrslu árið 2014 þegar ég byrjaði, þar sem að ég gerði ákveðna samantekt fjarnám í safnafræði og þjóðfræði og þá var ég að skoða í fyrsta lagi hvað er verið að bjóða upp á, hverjir eru möguleikarnir, bera þetta saman við nám annars staðar, svona sambærileg nám. Ég talaði við kennara og ýmislegt fleira og nemendur og var að reyna að skilja hver staðan væri og koma með einhverjar mögulegar svona hugmyndir að endurbótum. Og helstu niðurstöðurnar varðandi safnafræðina, því að það er það sem ég ætla að einbeita mér að fjarnemendum fannst þeim ekki vera sinnt nægilega vel. Það voru ykkur ákveðin samskiptavandamál í gangi þar. Helsta vandamáli var náttúrulega að fjarnámið á þeim tíma var að nemendur voru í stofu, við tókum upp tíman og svo koma fjarnemendur inn eftir á og bara hlusta á upptökur og það var eiginlega það eina sem aðskildi þau. Þannig að þeim fannst þeim ekki vera nægilega mikil hluti af náminu og þeim fannst þau ekki hafa geta komist í nógu gott samband við okkur einhvern veginn og það var eitthvað bílaðna sem við áttum erfitt með að brúa. Það var nauðsynlegt að gera kerfisbundna rannsókn á þörfum fjarnemenda, það var eitthvað sem við höfum ekki gert og það voru líka það var að breytast hvaða fólk sótti námið okkar og það var að hafa áhrif svolítið líka. Upprunalega þá var þetta mikið af starfsfólki á söfnum sem var að koma í námið til þess að fá þessa fræðilegu, svona safnafræðilegu þekkingu til þess að bæta sitt starf, en svo smá saman náttúrulega fer það að breytast og við erum að fá fólk sem hefur áhuga að vinna á söfnum koma inn í námið til okkar.
það var mjög stort vandamál að við sátum stundum í tómum eða hálftómum stofum af því að meiri hluti nemenda okkar var nú þegar skráður í fjarnám. Og það er rosalega lýjandi að setja fyrir saman kannski 35 einstaklinga á meðan þú veist að mikill meiri hluti nemenda er að hlusta á upptökurnar eftir á og reyna að vera með nám sem að er áhugavert og skemmtilegt og líflegt þegar þetta var svona mikil, þegar stofunar eru svona tómar. Fjarnæmyndinu kröfðist líka meiri sveigjanleika í námi heldur en staðnámið var að bjóða upp á og það var erfitt að mæta þeim kröfum á sama tíma og maður var að mæta kröfum staðnæmyndana sem að voru í stofunum hjá okkur. Mín meðmæli voru svo að íhuga að kenna safnafræðina alveg í fjarnámi eða aðskilja alveg og staðnámi þannig að vera hægt að einbeita sig að þessum sértæku kennsluháttum og þörfum kurshópsins sem með áhrifaríkara hætti og þá gætu allir nemendur setið jafn til borðs, hvort sem við varum alveg í fjarnámi eða við varum að aðskilja þetta alveg. Við tókum skrefið til fulls ára 2016, 2 árum eftir að ég vann þessa skýrslu og við vorum að vinna þessu á meðan til þess að gera þetta vel. En okkar niðurstaða var raun og veru svo að kenna þetta alveg í fjarnámi en það erum við 2 kennarar og það myndi ekki bera að kenna þetta bæði í stað og fjarnámi algjörlega aðskilið. Við fórum að hugsa þá hver er lausnin og okkar lausn var fjarnámi því að meiri hluti nemenda var hvort þið skráð í fjarnám og þær tölur fóru bara að aukast alltaf smá saman og þannig að það var í raun og veru bara svona lógískt að fara að hugsa fjarnámið og ég hafði reynslu að fjarnámi að því að ég tók mér doktorsnám í Leicester í safnafræði deildinni þar og þau eru með mjög öflugt fjarnám fyrir meistaranemendurna sínar. Og þau eru náttúrulega með margfalt fleiri nemendur þannig að þau eru með fjarnám og staðnám algjörlega aðskilið. Það eru aðri kennarar, aðra kennslubækur og svo framvegis. En ég hafði reynslu af því þar og ég sá hvað þetta gengi vel og ekki síst í ljósi þess að nemendur gátu setið þetta nám algjörlega óháð því hvaða landi þau bjuggu í og mér fannst það vera svo mikill kostur. Mér fannst þetta svolítið geta boðið upp á mjög einstaklingsmiða nám og nám sem að væri kannski svona opnaði svolítið heiminn fyrir okkur og það fannst mér vera gífurlega mikill kostur. Þess vegna finnst mér þessa myndir og þessari glæru vera svolítið skemmtilegar því að svona svolítið fjarnámið. Þú situr heima í tölvunni en þú ert einhvern veginn að kynna þér bara heiminn úr stofunni og fjarnámið getur gert það þegar þú gerir það vel. Nú, helstu breytingar, við fórum að hugsa námið út frá þörfum okkar nemenda. Þannig að við byrjum á því að stoppa af hverju eru fólk skráð í fjarnám, hverjir eru þeirra þarfir. Yfirleitt þetta það fólk sem með fjölskyldur, oft í fullu starfi eða hlutastarfi, þau eru nú þegar með eitthvað svona ákveðið líf og voru að koma til þess að fá einhverja fræðilega þekkingu eða faglega þekkingu. Þau vildu fá starfsnámið og svo framvegis en þau vildu gera það á eigin tíma. Þetta líka fólk sem býr í útlöndum eða úti á landi og það vill hafa ákveðin sveigjanleika í sínu námi út frá því og okkur fannst erfitt að krefja þau að flytja til Reykjavíkur til þess að geta stundað okkar nám. Við erum Háskóli Íslands, við eigum líka að þjóna fólk út á landi og fjarnámið gerir þetta svo miklu auðveldara. Athugið ég tala fjarnám en ekki netnám og það að því okkar fjarnám við ákveðum að til þess að geta unnið og haldið okkar góða samstarfi við vettvanginn þá yrði alltaf að vera einhver viðvera. En við reynum að skilgreina það mjög vel og útskýrum það mjög vel fyrir nemendum svo þau viti nákvæmlega við hverju að búast. En já, þannig að við byrjum á því að hugsa bara þarfir nemenda. Af hverju þau skráðir í fjarnám, hvað þurfa þeir að halda og hvernig getum við mætt þeim væntingum betur. Við reyndum að auka áherslan á hagnýt og einstaklingsmiðuð verkefni. Það þýðir að eins og ég vinn þetta til dæmis í staðinn fyrir þá þetta símat, þetta eru stuttverkefni og þau hafa val hvaða verkefnum þau skila. Þannig að þau eiga til dæmis þá að skila 10 stuttum
stuttum verkefnum en hafa 15 að velja og þá geta þau valið sér inn á það tímasetningar sem að hendar þeim og unnið þetta algjörlega á sínum tíma og sínum forsendum. Og að þau séu í samtali við mig kennaran og ég sé ekki að krefja þau að vera í skólastofunni í beinu sambandi í rauntíma við mig. Þannig ger ég það til dæmis. Ég get lýst fyrir ykkur betur þessum verkefnum sem ég er að tala á eftir ef þið hafa áhuga. Ég reyni að nýta stafræna tækni til þess að auka gæði í kennslu og það er eitthvað sem við höfum gert eins vel og við getum. Ég sótti og fékk það með styrk úr tækni þróunarsjóði. Þá keypti ég góða græjur og hljóðgæði og heyrnartól og ýmislegt fleira til þess að reyna að efla gæðin í upptökum hjá mér. Og það er eitthvað sem við reynum að nýta okkur. Við nýtum okkur sjálfsögðu Canvas, við nýtum okkur Moodle þar á undan. Við reynum að vera með allt á vefnum fyrir þau, eins mikið af því er gert fyrirfram þannig að þau geti kynnt sér allt námskeiðið eða meiri hlutan af því fyrirfram og geti þannig undirbúið sér betur út frá eigin þörfum og eigin tíma. Þannig að við nýtum okkur mjög mikið tæknina. Við erum náttúrulega líka með umræðutíma á Zoom eða Teams og svo framvegis. Já, samhæft átak kennara í safnafræði með stuðningi frá kennslumiðstöð. Sannarlega, við fórum og okkar kennarar, bæði föstukennarar, ég og Sigurjón og okkar stundakennarar, við hittumst öll saman og við tölum það hvað viljum við gera, hvernig þjónustu viljum við bjóða upp á, hvað þurfum við að hugsa saman til þess að bjóða fólki upp á eitthvað svona heildstæða upplifun og lærdóm í okkar námi og við gerðum það með aðstoð kennslumiðstöðvar og við settumst niður með þeim og þau aðstoð okkur við að svona hugsa saman endurbætur og breytingar í náminu þegar við vorum að færa okkur yfir í fjarnámi. Þannig að það var alveg gífurlega gagnlegt. Og svo sóttum við og höfum verið öflug í að sækja alls konar kennsluþróunarstyrki, tækniþróunarstyrki, ýmislegt fleira sem að við nýtum svo inn í einstök verkefni og til þess að þróa áfram. Til dæmis sóttum við nýlega styrk sem að við nýttum í hágæða upptökur fyrir eitt námskeið okkar, faglegt starf, tilvik og álitamál. Við settum pening til hliðar til þess að vinna saman innan deildar með upplýsingafræðinni til þess að fara saman í vettvangsrannsókn erlendis til þess að kynna okkur nám þar í fjarnámi og við settum pening í að rannsókn eiginlega á okkar nemendum, viðhorf þeirra á náminu, hver ímynd safnafræðinar er, hvað þeir myndi vilja bæta og breyta og svo framvegis. Það er eitthvað sem við gerðum líka. Þannig að við höfum verið að reyna að öfluga og sækja styrki til þess að geta gert hluti. Við reynum sjálfsögðu að læra af reynslunni og við reynum að læra okkar eigin reynslu í samvinnu við okkar nemendur en líka tölum við erlenda sérfræðinga og ég hef tekið viðtöl við sérfræðinga í Open University í London, sérfræðinga við Leicester háskóla, við erum að fara í aðra rannsóknarferð eins og ég sagði með upplýsingafræðinni, við höfum verið að ræða að fara til Wales mögulega eða aðra slíka staði til þess að skoða það. Við höfum kynnt okkur útgefið efni innan Norðurlandana og ýmislegt fleira. Þannig við reynum að fara á það staði og tala við það fólk sem er búin að vera að hugsa nákvæmlega sömu vandamála við miklu lengur heldur en við og hefur meiri reynslu. Og það er svolítið sláandi í þessu samtali og oft erum við öll að standa í sömu vandamálunum. Til dæmis þetta mikla umræða samskipti við nemendur og að þau séu einmana eða finnist þau ekki vera hluti á hóp sem er eitthvað sem getur gerst í fjarnámi. Þannig að það er rosalega hollt að eiga í þessu samtali. Og nú er ég komin inn í kennsluakademíuna líka og það hefur verið gífurlega hjálpsamlegt því þá er maður komin í hóp fólk sem að maður getur spjalla við líka þessar áskoranir og svona þessar breytingar. Við höfum líka verið að reyna að efla okkur í svona stafrænum kennslubókum í opnu aðgengi. Við skrifuðum tilviksbók fyrir faglegt starf safna þar sem að við setjum tilvik úr íslensku safnaheimi í samhengi við alþjóðlega safnafræðilega kenningar því það er eitt það sem að gerist í svona nýrri fræðigrein að við erum með gífurlega mikið af efni, svona alþjóðlegu efni en við erum ekki með nægilega mikið Ísland og íslenskan veruleika þannig að við erum að reyna að bæta úr því. Við viljum reyna að mennta fólk inn í íslenskan menningageira og þá þurfum við að vera með svona tilvikshandbókir og við viljum gera gjarnan meira af því. Já, einmitt.
Og notabene sú bók heitir Faglegt starf tilvika álitamál og hún er til í opnu aðgengi og opnum vísindum, þannig að þið getið flett henni upp og fundið hana þar. Það er alveg gífulega spennandi bók að mínu mati því að það er svo mikið sem að gerist í safnaheiminum, en ég er náttúrulega að skrifa hana þannig að það er ekki alveg að marka. Já, við reynum líka að vera með kerfisbundna þróun, við erum reglulega að breyta til og bæta og reyna að endurbæta og læra og tala við nemendur. Ég er mjög dugleg að segja við þau, ég er að pröfa eitthvað nýtt, segja mig hvað ykkur finnst. Og ég held að það sé eiginlega gagnlegasta feedbackið. Og í öllum staðlótum þá endur við daginn á því að segja hvernig gekk ykkur með að vinna verkefnin, hvað finnst ykkur vera gagnlegt, hvað fannst ykkur ekki vera gagnlegt, er eitthvað sem ég þarf að skoða, breyta eða hugsa og reyni þannig að læra með þeim. Þessi mynd á þessari glæru, ég bað nemendur í safnafræði og það var eiginlega bara ómögulegt að fá nemendur án þess að það væri einhvers konar beinagrind fyrir aftan. Þannig að gervigreindin er búin að ákveða að safnafræði þýðir bara beinagrindur. Þannig að mér finnst svolítið skemmtilegt að bæta henni þarna við. Þessi mynd er gervigreindinni ímyndað sér Þjóðminjasafn Íslands, mér finnst þetta svolítið svona skemmtileg bygging. Þetta er allt svona glerbyggingar með náttúru innandyra. Hérna verðist vera eldgos inn í byggingunni, svolítið dramatist. Já, en uppsetningin, almennt þá skipti ég námskeiðunum mínum upp svona, þau skiptast í 3 lotur, hver lota eru 4 vikur og í hverri lotu eru fyrirlestrar sem að ég teku upp á netinu. Ég reyna að hafa marga fyrirlestra en stutta. Þá er ég dæmis með eina eitthvað annað ákveðin þema eða eina fyrir hverja fræðigrein. Ég vil að þau getur auðveldlega fundið það efni sem ég reyna að kenna þeim og hlustað á það aftur og aftur af þeim hentar í staðinn fyrir að vera með langan 40 mínútna fyrirlestur. Þannig ég reyna að klippa efninu niður þannig að það sé betra fyrir þau. Ég held ekki að það er auðveldar að halda athyglinni í 10 mínútna fyrirlestri heldur 40 mínútna á netinu. Ég er með gestafyrirlestra og ég geri þá alls konar hátt, ég með mjög mikið gestafyrirlestrum frá íslenskum safnaheimi og menningageira, en ég er líka með fyrirlestra erlendis frá sérfræðinga. Ég hef verið að vinna með doktorsnemum í safnafræði í Leicester til þess að gefa þau tækifæri til þess að kenna og fá það þannig ákveðin stig þegar þau sækja svo vinnu sjálf að þau hafi tekið þátt í einhvers konar kennslustarfi og ég gef þeim þá endurgjöf á það hvað fór verr, hvað fór illa, hvað nemendur var að hafa það áhuga á, hvað þeim fannst gott og svo framvegis. Þetta er svolítið skemmtilegt líka því að nemendur fá þá tækifæri til þess að vera með skoðun á því hvernig kennarinn var að standa sig og það finnst þeim gara gaman. Og það er gífulega gagnlegt fyrir þá sem er að taka sín fyrstu skref í kennslu og fá slíka endurgjöf. Að minnstakosti, svo eru náttúrulega lesefni, það eru fræðilega greinar í bland við íslenskt námsefni, álitamál og svo framvegis. Aukaefni, það er alltaf gífulega mikið á aukaefni, ég reyna að vera með fræðilegt lesefni, ég er með fréttir, ég er með blogg, ég er alltaf með einhver myndbönd, ég er með hlaðvörp, ég reyna að vera með efni sem er ekki bara þau að sitja og lesa, heldur líka kannski að horfa eða hlusta, að þau getur hlustað á eitthvað hlaðvarp sem er spennandi á meðan þau eru að skokka á morgnana. Þannig að fólk lærir á svo mismunandi hátt og reyna að taka tillit til þess. Þetta er CIMAT, því ég er ekki með nein lokapróf, ég er búin að taka þau bara öll út, satt að segja. Í meistaranáminu er þetta mörg stuttverkefni frekar heldur en eitt gífulega stórt og langt í lokin. Og það er bara þannig að því við getum verið með breytilega skiladaga fyrir þau. Við erum með staðlótur, það er ein staðlóta í hverri lótu og það er annarkvort, ef þetta eru fyrirlestrar þá eru þeir á Zoom, en ef þetta eru vettvangsferðir þá eru þeir á staðnum. Og ég reyna að vera með vettvangsferðirna þannig að þau fái eitthvað út úr heimsókninni sem þau mynda ekki að fengja á netinu, skilji ég. Þannig ég vil gefa staðlótunni, ef ég er að pína þau í bæinn, þá vil ég gefa þeim ástæðu til þess að koma. Og það finnst mér skipta mjög miklu máli. Eins og núna var ég nýverið með staðlótu og þá fórum við í safngeymslur. Við fórum á Listasafn Íslands, við fórum á Tjarnavelli, við fórum á Kjarvalsstaði og skoða geymslurnar og þú getur ekki fengið þá reynslu á skjánum. Þú verður að mæta á staðinn og fá að skoða dótið. Já, og stundum þegar við erum að vinna með söfnum þá förum við í lengri ferðir út á land. Við höfum verið á Austurlandi í 3 daga að vinna með söfnum þar og erum þá að búa til efni fyrir safnið og skýrslur og það er þá yfirleitt styrkir sem að borga þá ferð, þannig að við nemendur þurfum ekki að borga hana og það er eitthvað sem við höfum gert nokkur sinnum og er mjög skemmtilegt af því að við viljum ekki bara vera með Reykjavíkursöfnin.
Já, svo erum við með starfsnám. Í einu námskeiðinu faglegt starf, þá hef ég verið að vinna með Hönnunasafninu. Fyrsta staðlótan fer fram þar og svo fara þau í einstaks starfsdag á því safni til þess að kynnast safninu. Og nemendur, hvort sem þau eru nýr í safnageiranum eða búin að starfa þar í 20 ár, hafa allir gaman að því að koma á nýtt safn og kynna sér og tala við kollega og að læra inn á safnið. Og nemendur í Emma-námurinn hjá okkur taka líka starfsnám sem eru 20 ECTS einingar og þau nýta sér oft til dæmis Erasmus Plus styrki og fara til útlanda. Þannig að þetta er ekki bara söfn á Íslandi. En söfnin á Íslandi senda okkur líka oft beiðni fyrir starfsnema þegar þau eru með eitthvað skemmtileg verkefni sem þau eru að vinna. Þannig að þetta er svona, og notabenni þetta verður að vera á staðnum, þetta getur ekki gert í fjarnámi. En það þýðir að þú getur unnið með hvaða safni sem er og þá getur unnið með safni sem er nálægtir hvar sem þú ert í heiminum. Við erum með hagnýt og fræðileg verkefni, við erum með símat og reynum að vera með ákveðin sveigjanleika þar fyrir innan. Við útbjuggum handbók í fjarnámið, þar sem við förum yfir hlutverk nemenda, hlutverk kennara, við skilgreinum það mjög vel hvað getið gert ráð fyrir frá kennarum okkar og hverjir okkar skyldur gagnvart ykkur og svo hverjir eru ykkar skyldur sem nemendur líka. Við gefum þeim hagnýtar ráðleggingar varðandi að vera í fjarnámi, hvernig þau geta glósað og talað og aðstoð sem þau geta leita sér. Við kynnum alla kennaran okkar þannig að þau eru með þar upplýsingar. Þetta er bara svona góð leið til þess að segja að þið eru hluti af safnafræðinni, hér er allir þeir sem að vinna með ykkur, hér er það sem við viljum, hér er það sem þið getur gert ráð fyrir okkur, þetta bara hjálpar þeim að staðsetja sig í náminu. Ég er líka alltaf með hann á Canvas hjá mér leiðbeiningasíður, þar sem ég gef mér leiðbeiningar varðandi hvernig þau geta sótt sér til dæmis efni inn á leitir.is, stafrænt efni eða VPN-tengingu og allt þetta, þannig að þau viti það. Já, svo erum við til dæmis faglegt safna þar við með kennslubók. Já, nýjasta verkefnið, ég vona að ég geti spilað þetta og að þið heyrið, en ég vildi svona sýna ykkur þetta aðeins. Þetta er alveg ofboðslega skemmtilegt verkefni og ég vil gera þetta fyrir öll námskeiðin mín núna, ég þarf bara pening til þess. En við vinnum með honum Hebba sem er á UTS og við réðum hann sem kvikmyndatökumann og við tókum cirka 20 tilvik úr okkar kennslubók og tókum þau upp í svona hágæða myndatöku. Og ástæðan var svo að ég var alltaf að taka upp sama fyrirlesturinn ár eftir ár fyrir námskeiðið. Og í staðinn fyrir að þurfa að endurtaka þennan texta aftur og aftur, þá eru komið hérna hágæða upptökur sem ég get sett inn á vefinn, allar í upphafi misseris og þá get ég tekið upp nýjan fyrirlestur og einbeitt mér að þeim breytingum og þróunum og málum sem hafa komið upp í kjölfarið, skiljiði. Þannig að þá get ég verið meira í takt við samtímann. Þannig að mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtilegt og lærdómsríkt að þurfa að búa til þessi handrit og skipuleggja upptökudaga. Við fórum niður á RÚV í 2 ferðir og fengum efni þar og það er ódýrt af því að þetta er kennsluefni, þannig að það kostar ekki mikið að fá efni frá RÚV og það er eitthvað sem ég mæli með fyrir alla. Það er mjög skemmtilegt, það er svo margt til hjá þeim. Við nýttum okkur það í myndefni og fyrir ítarefni. Upptakan fór fram í kjallaranum hjá Gretti í Odda. Ég reyndi að bóka, satt að segja reyndi ég að bóka upptökuherbergið hér í Setberg en það gekk ekki. Mér var neitaður aðgangur og það var bara, þeir sögðu þetta væri bara oflókið og það yrði alltaf að vera með eitthvað frá þeim og þeir hefðu bara ekki tíma í það. Þannig að ég talaði við Gretti og fekk að fara í kjallarann hjá honum. Hann var með svona grænan skjá og fullt af auka ljósum og guðm og þetta hverju og Hebbi var náttúrulega gífulega ánægður þar þannig að þetta var fín lending en svona óþarlegt flækjustig kannski. Að minnst kosti, ég ætla alltaf hvort ég geti spila fyrir ykkur aðeins byrjunina þannig að þið sjáið hvernig þetta lítur út. Svona heyrið þið ekki. Sumarið 1905 komu jarðfræðingar frá Harvard-skóla til Íslands til þess að rannsaka eldfjall. Á meðal þeirra voru John Hastings sem stóð straum af hluta kostnaðar við ferðina og Vilhjálmur Stefánsson, vestur-íslendingur frá Gimli í Manitoba, en þeirra markmið var af öðrum toga að grafa mannlistaleifar og mannabein úr jörðu til að rannsaka mataræði Íslendinga á 11. til 14. öld. Uppgröfturinn olli töluverðu uppnámi. Vilhjálmur og Hastings fóru í Álftaneskirkjugarð á Mýrum og vestur til Hafnarfjarðareyjar því þeir höfðu frétt að þar væri forn grafreitur sem væri smá saman að hverfa í sjóinn. Ekki fékkst leyfi til að grafa beinin upp úr gröfum
En samkvæmt Vilhjálmi hafði prestur einn, líklega Árni Þórarinsson, greint sér frá því og honum væri óhætt að hafa á brott með sér hauskúpur sem að lægi á berangri. Ekki væri 100 í hættunni ef hann opnaði líka 2-3 grafir sem að yrðu annarkvort sjávaröldinni að bráð. Á 2 vikum hefðu þau safnað, samkvæmt Vilhjálmi, nokkrum nær heilum beinagrindum og samtals 86 hauskúpum. En Vilhjálmur bætir því við að þegar þeir félagar gengu fjöruna dag nokkuð gátu þau fyllt bolla með lausum tönnum. Goss Hastings og Vilhjálms var flutt til Boston í október 1905 í 4 stórum kössum verði skilað. Það líklegt að Peabody-safnið mun færa með þess áfram bara þannig sjáið álitamálin tilvik í ljósi nýlendustefnu Dana og Bandaríkjanna og áhrifum þess á Íslands safnastarf. Í 3. lagi hugleiðið siðferðislegar hliðar þessa tilviks. Hvaða forsendur hefur Harvard-háskóli fyrir að halda í líkamsleifarnar og ber Þjóðminjasafni Íslands að krefjast skila á þeim? Og í 4. lagi, hvað ber að gera við þessa líkamsleifar verði þeim skilað til Íslands? Ég ætla ekki að sýna ykkur allt því að þetta er svona cirka 6 mínútur og við viljum aldrei hafa þetta lengra heldur en svona 5-7 mínútur. En þá er þetta þannig að við lesum upp tilvikið, við lesum upp álitamálin og svo er sérfræðingur sem að kemur með eitthvað svona smá viðbætur, bara 3 setningar kannski. Og það er ég, Sigurjón og 2 eða 3 aðrir sérfræðingar og hugmyndin var svo að við fengjum auka fjármagn, þá gæti ég skipulagt auka upptökudag þar sem að fleiri geta komið við og þá geti ég alltaf skotið í við eftir á þau vitið og bara bætti við aftast, það er svo auðvelt. Og þá er ykkur að segja eitthvað sem að kemur ekki fram í tilvikinu eða benda á eitthvað faglegt álitamál í tengslu við þetta og svo framvegis. En þetta er frábæru upptökur, ég myndi gjarnan vilja taka upp alla kennslubókina en þetta var mjög dýrt bara að gera þessi 20 tilvik. Þannig að ég hef ekki efni á því alveg strax en ég mun halda áfram að reyna að gera það. Og ég hugsa að ég kenni annar námskeið sem heitir Sepsun námsvettvangur sem að fjallar þessa námsmöguleika í safnafræði. Ég er að byrja að undirbúa að gera svona svipaða bók með safnkennurum höfuðsafnana og ég myndi gjarnan vilja breyta þeirri kennslubók svo á einhverjum tímapunkti í samskonar upptökur. Þannig að þið sjáu þetta svona, ég sé að það er þörf á kennslubók, við búum til kennslubók, kennslubókin er fín, þá er þörf á betri upptökum sem að gera þetta ítarlegra, það bætum við þeim við, þannig að þið sjáu hvernig þróunin er smá saman. Þessi angurværa stúlka er nemandi í safnafræði, þið sjáu hvað það er þungt að vera nemandi. Þetta er ekki alvöru manneska aftur, þetta er gervigreindin, engar áhyggjur. Heyrðu já, góð byrjun, hvað nú? Það er nefnilega alltaf hvað nú því kennslu ekki satt, því það er alltaf eitthvað meira sem hægt að gera. Og ég er svona smá runnin út á tíman, ég vil samt fara yfir helst á atriðin hérna. Ég meina, hver er útkoman? Fyrstilega nemendur eru almennt séð mjög ánægðir með þær breytingar sem að hafa átt sér stað. Þeim finnst mér þægilegt að geta stundað námið heima í stofunni og þegar COVID skalla og þá var það mjög lítil breyting fyrir okkur. Það eina sem að breyttist er að í staðlotunum þurfti að skipta þeim upp í fleiri hópa og allir voru með grímu. En kennslan þurfti ekki að breytast það mikið því við vorum þegar í fjarnámi, þið sjáið. Það var mér þægilegt. Aukinn sveigjanleiki hentar mjög við fólki, sérstaklega þeim sem eru á vinnumarkaði. Það eru sérhæfðari kennsluhættir sem að þýðir að það er betri fókus fyrir okkur og fyrir nemendurnar. Fólk getur kynnst, og þetta er einmitt þetta varðandi hvert er okkar hlutverk í að láta nemendur kynnast hvert öðru, þetta félagslega hlutverk. Og fólk getur kynnst í staðlotunum hjá okkur á kennsluvefnum, það getur nýtt sér þann félagslega stuðning. Til dæmis í COVID þá nýttu margir sér að því ég skipa þau í hópa, ef það er hópastarf, þá skipa ég þeim í hópa í upphafi misseris og sumir nýttu sér þá hópa í gegnum COVID til þess að hittast einu sinni í viku og bara eiga samtal og vera stuðningu fyrir hvert annað. Þannig að ef að nemendur hafa áhuga þá eru tækifæri í boði, þeir bara geta kosið sér hvort þeir vilja gera það eða ekki. Þannig að þetta er, já, þannig að mér finnst við þurfa að hugsa kannski fjarnámið út frá forsendum fjarnáms í tengslum við þessa umræði. Já, það er auðvelt, þetta er gott fyrir nemendur sem eru utan að landi eða í útlöndum, en það eru áfram áskoranir. Félagslega þætti námsins er eitthvað sem við stöðugt að hugsa Vinna er námi vinna, það er mjög mikið álag á nemendum, en vinna er líka vinna og fólk er í fullu starfi og í fullu námi, það er með fjölskyldur og fleira, það er alveg gífurlega mikið álag á þeim.
Um, Það er mögulega aukin eftirspurn með eftir netnámi og alltaf þegar maður fer aðeins lengra þá vilja nemendur að maður fari ennþá lengra en ég bara er ekki alveg viss um hvernig við myndum gera það þegar við viljum vinna í samstarfi við okkar starfsvettvang sem eru söfnin. COVID-tengt fjarnámsstreita í nemendum var vandamál og eftirköstin af því eru raunverulega eitthvað sem við finnum ennþá fyrir að sumu leyti. Nemendahóparnir okkar að breytast og það eru nýjar væntingar. Við erum að rannsaka þar núna og reyna að skilja betur hvað fyrrum og núverandi nemendur vilja. Við höfum ekki verið að hugsa um hvort það sé ekki erfitt fyrir fjarnámið til dæmis að vera í þessum stóru, löngu 10 eininga námskeiðum, hvort við þurfum ekki að fara að brjóta þau upp í smærri einingar. Hvernig á að halda nemendum í námi? Það er nú bara hausverkur í öllu námi, ekki bara fjarnáminu. Greina sérstöðu safnafræðina sem fræðigrein, það er stórt mál. Það er óteljandi möguleikur í þróun, við vitum ekki endilega hvað er réttasta stefnan í því, þannig að við erum með alls konar hugmyndir um hvað við getum gert, en við erum svona ekki alveg viss um hver rétta stefnan er og við viljum ekki gera neitt nema í samtali við nemendur og vita hvernig áhrifin eru þau. Það er skortur á fjármagni og skortur á tíma, aftur, velkomin í háskólann. Það er náttúrulega bara eins og það er og við sækjum styrki eins og við getum en við erum bara 2 og við erum að reyna að sinna öðrum störfum þá er bara svo mikil tími sem að fer í þetta og við reynum bara okkar besta við að standa undir því. Svo er það að blessa ChatGPT og gervigreindin sem ég er nú búin að vera að sýna ykkur aðeins, hún er náttúrulega stöðugur hausverkur og svona ákveðna hættir sem að því fylgja en ég vil taka fram að ég sé líka mjög miklar möguleika í því líka til þess að búa til nýja tegundar að námi þannig að ég held nú ekki að þetta sé heimsendir en ég held við þurfum mögulega að fara að endurhugsa hvernig við nýtum gervigreindina til að kenna fólki að hugsa gagnrýnið. Já, þá vildi ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og þessari glæru sjáið þið íslenska safnagesti eins og gervigreindin ímynda sér þá og ég veit ekki hvort ég myndi þora að stíga inn í þessu söfn en annars er ég bara búin. Takk fyrir.